Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í dag. Gaman að sjá okkur. Fallegu dagur. Nice to see you today. Happy Sabbath. Feliz Sabbato. Við skulum byrja því að syngja sálminn númer 12. Lofsyngið Drottinn. Já, það rosalega gott að byrja samkomuna með því að lofa Drottinn og tekna hann. Við skulum halda áfram og nú skulum við syngja sálminn númer 413, Einn og alla Kristur kallar, 413. Já, Kristur að kalla á okkur og við eigum að koma og hlýða kallinu. Við skulum halda áfram og nú skulum við taka ritningaversi sem ræðumann hefur valið og rísum úr sætum. Postulasagan 20. kafli og vers 27 til 28. 7 til 28. Því að ég hef boðað yður allt Guðs ráð og ekkert dregið undan, hafið gát á sjálfum yður og allri þjörðinni, sem heilagur andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Þeir sem treysta sér til að krjúpa til bænar, mega krjúpa til bænar. Kæri faðir, já, elsku hjartans faðir,
Ég þakklátt fyrir daginn í dag. Ég þakklátt fyrir orð þitt og fyrir það sem þú hefur gert fyrir mig og fyrir okkur. Vilt þú vera með okkur hér í dag, blessa okkur, fyll okkur heilögum anda, hjálpa okkur að skilja orðin sem við fáum að heyra frá ræðumanninum. Viltu líka vera með þeim bænum sem eru í bænabókinni, í huga okkar, hjarta, þeim sem eru veikir, einmanna, sorgmætir eða komast ekki, og þeim sem eru heima að horfa og hlusta. Blessaðu okkur hvert og eitt og vertu með okkur í dag að hjálpaðu okkur að koma þegar þú kallar. Í Jesú nafni. Amen. Já, nú skulum við halda áfram og syngjum núna lag númer 30, eða sálm númer 30. Guðs kirkja byggð á bjargi. Já, Guðs kirkja byggð á bjargi sem sterkt, það hrynur ekki. Ef það byggt á sandi þá mun það hrynja. Þannig við þurfum að hafa trú okkar á bjarginu sem kletturinn. Nú komið að ungu kynslóðinni. Fyrirgefið gjafir, afsakið. Tökum upp gjafir.
Kæri Faðir, vilt þú blessa þessar gjafir og margfalda þær? Vilt þú vera með þær og þeim sem gáfu og vera með starfi kirkjunar? Við lofum þig og þökkum í Jesú nafni. Amen. Já, nú er komið að börnunum, krakkar. Við ekki syngja eitthvað fyrir ykkur. 179, Jesús, hann oss elskar öll, hvert og eitt. Ég veit ekki, en ertu með barnasögu? Ég er með barnasögu. Ok, þá er þetta bara komið. Svo kemur Ívo á eftir og segir okkur eitthvað skemmtilegt. Ég er með nokkra myndir líka. Ég kannski get fundið svona fjarstýringu. Kveikja á þessu. Ég ætla ekki að skemma þessa skreytingu. Þið verður bara ímynd ykkur svona svona lítið strá. Hafið séð strá úti? Já, þau vaxa og þau eru bara svona út allt og þau feykjast til í vindinum og eru rosalega lítil og viðkvæm. En það var einu sinni tré sem var rosalega stórt, rosalega fallegt og það var rosalega sterkt. Sjáu þið hvað þetta er flott tré? Og hafið þið stundum heyrt núna þegar við erum að fara að sofa og það er rosalega mikill vindur úti. Hafið þið heyrt í vindinum og rigningunni? Bara stormur stundum. Stundum höfum við bara lokað glugganum út af því að það var bara að koma snjór og vatn inn. Og stundum þá vakna ég á nóttinu og ég bara heyri hvað er mikið læti í vindinum. Þetta tré, það var ekki inn í húsi, það var bara úti. Flest tré eru bara úti. Svo gerðist svolítið. Það kom haust og laufin duttu af og litla stráið sagði: "Nei, hvað er að gerast? Það er alltaf að breytast. Ertu ekki hrætt, stóra tré?" Spurði stráið og tréð sagði: Nei, þetta er allt í lagi, þetta gerist á hverju ári. Og litla stráið, þeim fannst þetta svolítið skrítið. Bara allt að breytast og laufin að detta af og hvað er eiginlega að koma fyrir tréð? Þetta er allt í lagi, sagði tréð.
Svo gerist eitthvað annað. Svo kom vetur og það kom snjór. Og allt var hvítt. Og stráið, það þurfti sko að grafa sig upp úr snjónum. Já, tréð þarna ennþá. Ertu ekki hrætt, stóra tré? Hvað eiginlega að gerast? Það bara stormur. Heitir allt í lagi, sagði tréð. Þetta bara smá snjór. Já, en þér ekki kalt? Já, þetta bara svona í plati. Í sögunni þá í plati kann tréð tala. Og þér ekki kalt, stóra tré? Nei, þetta allt í lagi. Ó, en skrítið. Svo kom mikill vindur. Ó nei, sagði strá, ég þarf að fela mig svo vindurinn feiki mér ekki burt. En tréð sagði, nei, það allt í lagi með mig hér. Svo hlýnaði, svo kom vor og það kom svona blómatréð. Blómin duttu af og svo komu ný laufblöð. En skrítið, sagði stráið. Nú hlýtur að vera hrætt. Þetta eitthvað skrítið. Hvað eiginlega að gerast? Þetta allt í lagi, sagði tréð. Allt í fína lagi. Þetta gerist á hverju ári. Stráið, já, hvað stráið? Það bara fauk út í buskan, sko. En af hverju var tréð svona öruggt? Skiptir engu hvað gerðist, hvort það var stormur, eða snjór, eða kalt, eða hlýtt. Allt í lagi með tréð. Vitið hvað undir trénu? Vitið hvað ofan í jörðinni? Hvað? Rætur, viljið sjá? Rætur, já. Viljið sjá hvað undir trénu? Undir snjónum, undir þessu, undir blómunum. Rætur. Tréð hafði engar áhyggjur vegna þess að það var með rætur sem enginn gat séð. Alveg sama þó að vindur eða alveg sama þó að var stormur eða vetur eða sumar, þá vissi tréð að það var með rætur lengst á jörðinni og sama hvað myndi gerast. Það myndi ekkert hafa nein áhrif á tréð. Er þetta ekki svolítið flott? Já, þetta svolítið flott. Og við getum lært af þessu, hvort sem við erum krakkar eða fullorðnir. Það stendur nefnilega í Biblíunni, í Kólossabréfinu, þið hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifið í honum, verið rótfest í honum og byggð á honum, staðföst í trúnni. Og svo annað loforð í Biblíunni sem í Jeremía, þar sem segir, blessaður sá maður sem treystir drottni, drottin athvarf hans, hann sem tré gróður sett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Og það segir, það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þessi sígrænt, það áhyggjulaust í þurru árferði ber ávöxt án afláts. Og ég velti því fyrir mér, hvað eru margir sem myndu vilja aldrei þurfa að hafa áhyggjur eða óttast, kannski eitthvað sem gerist, já, auðvitað hefur það áhrif á mann, en svona innst inni þá maður ekki hræddur, maður hefur ekki áhyggjur af því að maður með mjög sterkar rætur. Og það svo margt sem gerist í heiminum og það svo margt fólk sem hrætt. Bara Bandaríkjaforseti þarf bara að segja eitthvað furðulegt og allir verða hræddir. Ekki þú, það gott. Þannig að við skulum hugsa, nei, og þegar flugeldar þurfum við ekki vera hrædd, alveg rétt. Við skulum bara hugsa á hverjum degi, á hverju byggjum við traust okkar og við vel gróðursett og með sterkar rætur. Takk fyrir. Einu, þetta alveg að vera búið, en ég ætla að sýna ykkur eina mynd í lokin. Það af þessu risastóra tré. Þetta eitt af elstu trjánum í heiminum og það heitir á spænsku Gran Abuelo. Það heitir langafi því að þetta eitt af elstu trjám í heiminum. Sjáu þið hvað stórt? Það svo stórt að sjáu þið hvað maðurinn lítill. Þetta elsta lifandi tré í heiminum og það á milli 4.000 til 5.000 ára gamalt og það með mjög sterkar rætur. Takk fyrir.
Sabbath, everyone. Gleðilegan Gleðilegan hvítadag öll hvítadag. saman. Já. Happy Sabbath. Good to see you again. Gott að sjá okkur aftur. And I've come to join you for a little bit special occasion today. Það gott að koma hérna á meðal ykkar. Það sérstakur dagur í dag. And you've had Gustavo with you for some time. Nú eruð þið búin að vera með Gustavo hérna hjá okkur í nokkur tíma. And but I've just joined you with you today just to pray a special prayer over him En ég er komin hingað til ykkar til þess að biðja sérstaklega fyrir honum. while when he starts functioning as an intern pastor among you. Þegar hann byrjar að starfa hérna sem prestur í starfsþjálfun hjá okkur. And I have to say that the church here in Loftsaluri knows what it is to function without a pastor. Og þessi söfnu veit hvernig á að virka án prests. And you did it very faithfully. Og þið hefur gert það og verið mjög trúföst. Like you lived your life and organized everything, Þið hefið skipulagt allt hér and you continued the mission. og hélduð áfram með trúboðið. And when a church functions in every way, it's a beautiful thing. Þegar kirkja virkar þá á allan hátt þá það svo fallegt. And the priesthood of all believers becomes more real in daily life. Og þá verður prestdómur allra að raunveruleika í hversdagslífinu. And this church had for one short year brother Osi in the role of a pastor here. Ósi, prestur okkar var hér, prestur í 1 ár. And now we have the privilege of presenting Gustavo. Og nú höfum við þau forréttindi að kynna fyrir ykkur Gustavo. And moments like this can raise a quiet question. Á svona stundum þá getur komið upp spurning í huga okkar. Why on earth do we actually need a pastor? Við getum spurt okkur, af hverju þurfum við í ósköpun að fá prest? What difference does it make? Hverju skiptir það máli? And that's a good question. Og þetta góð spurning. And there is an answer in the scripture. Og það svar í ritningunni að finna fyrir þessu. The New Testament does not begin with pastors. Nýja testamenti hófst ekki með prestum. It begins with a people called by God. Heldur með fólki sem var kallað af Guði. All of them being called. Öll voru kölluð. But it also shows why the early church still set some people apart. En svo kemur líka fram af hverju frumkirkjan bað fólk sérstaklega að sinna leiðtogahlutverki. Not for status, not for authority, Ekki fyrir vald eða fyrir einhverja stöðu, but for something much more practical heldur fyrir eitthvað mjög gagnlegt and much more needed. og eitthvað sem til að mæta þörf. To hold the center while the church grows. Að halda miðjunni á meðan að kirkjan óx. So why does the church set someone aside? Af hverju tekur kirkjan eitthvað til hliðar? Peter says to the church, it is 1 Peter chapter 2, verse 9. 1. Pétursbréf 2:9. It says, you are a chosen people, a royal priesthood. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag. And Peter is not saying that in an ideal case, you should all be priests. Pétur ekki að segja þetta svona við bestu aðstæður þá eru þið prestafélag. He says, you all are priests. Hann segir þér eruð prestafélag. It is a description. Þarna lýsing á ferðinni. The whole church is called. Öll kirkjan kölluð. The whole church serves. Öll kirkjan þjónar. The whole church stands before God. Og öll kirkjan stendur frammi fyrir Guði. And the church here has lived like that. Og kirkjan hér hefur
lifað samkvæmt því. The church here doesn't wait for a permission to serve. Þessi kirkja býður ekki eftir því að fá leyfi til þess að þjóna. So why in a church where everyone is called Þannig að í kirkju þar sem að allir eru kallaðir, does the New Testament repeatedly show the church setting someone aside? einhverju sýnir að þá í Nýja testamentinu að kirkjan tekur fólk til hliðar fyrir sérstakan tilgang. So as we said, it is very practical. Þetta sem sagt mjög bara praktískt, gagnlegt. It is attention. Attention. Yes, I will explain that. The church recognizes that some roles need or require preparation. Kirkjan gerir sig grein fyrir að sumt þarf undirbúnings And time and continuity to serve well. og þurfa tíma og samfeldni til að geta þjónað vel. And some aspects of the church life require undistracted attention. Og sumt í kirkjulífinu þarfnast þess að það sé einbeitt sér alveg sérstaklega að vissum atriðum. So the church needs someone Kirkjan þarf þá á einhverjum að halda to stay with the scripture long enough for teaching to be faithful and whole. að vera, can you repeat that? Yes, to stay with scripture long enough Að vera nógu lengi í ritningunni for teaching to be faithful and whole. til að geta fengið þessa kenningu að vera trúföst og heil. Someone to pray for the church while others are working. Einhver sem biður fyrir kirkjuna meðan aðrir að vinna. And someone to return again and again to the first things. Og eitthvað sem kemur aftur og aftur til upprunans. Apostle said in the book of Acts, Í Postulasögunni segir it's Acts 6 verse 4. í 7. kafla og 4. versi: We will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. En við munum helga á spæninni og þjónustu orðsins. And when the apostle said that, Og þegar apostolinn sagði þetta, they didn't mean that, oh, we are going to withdraw from the mission of the church. þá var ekki verið að meina, já, nú ætlum við að stíga til hliðar frá því að boða trúna. They were saying that we are devoting ourselves to protect the source of the mission. Þeir voru að segja, við ætlum að helga okkur því að vernda uppruna kirkjunar. And it says that the church remained in the teaching of the apostles. Og það segir að kirkjan hafi varðist í kenningu postulana. And teaching in the church is not one of the side ministries. Og það að kenna ekki eitt af hliðarverkum innan kirkjunar. It is the engine of everything else. Þetta rauninni það sem að drífur allt annað. And that sentence matters. Og þessi setning mikilvæg. When it says they devoted themselves to the apostles' teaching. Þeir helguðu sig kennslu postulana. Because the church doesn't grow only by doing more. Kirkjan vex ekki bara með því að gera meira af einhverju. It grows when it's being patiently formed. Hún vex þegar að hún hefur verið mótuð með þolinmæði. When it is shaped. Þegar hún mótuð. And mission grows out of understanding. Og trúboð það vex út frá einhverju sem við skiljum. Service grows out of character. Og þjónustan, hún vex út frá leyndiseinkunn. And unity grows out of a shared vision. Og eining, hún vex út frá sameiginlegri sýn Guðs. And that is why the New Testament insists Og þess vegna segir Nýja testamentið that the teaching must live among the people. Að kenningin þarf að lifa meðal fólksins. Not be occasional or secondary. Ekki bara við og stundum. And the teaching of the apostles was not just an information. Kenning postulana var ekki bara einhverju upplýsingar sem það að koma á framfæri. It was a way of life received from Jesus. Þetta var lífstíll sem að þeir fengu frá Jesú. And passed on to the church. Og þessi lífstíll honum var beint yfir til kirkjunar. To shape hearts, to shape habits.
til að móta hjörtu, til að móta hefðir og hefðir. And that requires people who are given enough time to devote to it. Og það gert af fólki sem að gefur af sér tíma til þess að það eigi sér stað. And if anyone shows us what this devotion actually looks like, Og ef einhver segir okkur hvernig þetta lítur út, then it is Paul. þá það Páll. When he speaks to the elders of Ephesus, Þegar hann tala til Efesusmanna, then he opens a window into the heart of his calling. og hann opnar glugga að hjörtum samstarfsmanna sinna. So we read earlier from Acts 20. Við vorum að lesa úr Póstulussögunni 20. kapla So áðan. let's read a little bit more from there. Skulum lesa aðeins meira þaðan. Let's read from verse 17 Förum í 17. versið to 21. Til 21. vers. It says that from Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. Frá Míletus sendi hann til Efesus og boðaði til sín öldunga safnaðarins. When they arrived, he said to them, "You know how I lived the whole time I was with you from the first day I came into the province of Asia. Þegar þeir komu til hans, sagði hann við þá, þér vitið hvernig ég hef hagað mér hjá yður alla tíð frá þeim degi ég kom fyrst til Asíu. I served the Lord with great humility and with tears and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. Ég þjónaði drottni í allri auðmýkt með tárum og í raunum sem að mér hafa steðjað af launráðum gyðinga. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Þið vitið að ég dró ekkert undan sem yður mátti að gagni verða, heldur boðaði yður það og kendi opinberlega og í heimahúsum. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Og vitnaði bæði fyrir gyðingum og Grikkjum afturhvarf til Guðs og trú á drottin vorn Jesú. And I continue from verse 27. Og nú ætlum við að fara yfir í vers 27. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Því ég hef boðað yður allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Hafið gát á sjálfum yðar og allri hjörðinni, sem heilagur andi fól yður til umsjónar. Be shepherds of the church of God which he bought with his own blood. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið með sér með sínu eigin blóði. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni. Even from your own number men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveina á eftir sér. And then he comes back to his role again. Og svo kemur hann aftur til hans hlutverks. Says, so be on your guard. Vakið því. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. Verið þess minnugir að ég ámyndi stöðugt sérkvæmt yðar með tárum dag og nótt í 3 ár. So Paul is describing them why he was there. What was his role? Hérna var Páll að útskýra af hverju hann var þarna og hvert var hans hlutverk. So he reminds them that his ministry was marked with humility and tears. Excuse me. What did you say? That his ministry was marked with humility and tears. Að með auðmúkt og tárum þjónaði hann. And his burden was to pass on to them the whole will of God. Hann átti að fara með þennan allan vilja Guðs. And he taught them publicly and from house to house Hann kendi þeim opinberlega og í heimahúsum that his task was to protect the teaching of the church. að hans starf væri að vernda kirkjuna. And that is what it means to set someone apart in the New Testament meaning. Þetta þýðir að taka eitthvað til hliðar fyrir sérstakt verkefni samkvæmt Nýja testamentinu. It is to carry responsibility for the teaching. Bera ábyrgð á kenningunni That forms the church life. sem mótar líf kirkjunar. And to be shaped by Jesus. Að vera mótuð af Jesú. And when we hear the words, like study and prayer, Þegar við heyrum orðið að það að rannsaka Biblíuna eða bæn og biðja,
We might imagine someone who goes into a room and disappears and never comes out. Þá ímyndum við okkur einhvern sem að fer inn í herbyggi og kemur aldrei út aftur. But those most devoted to prayer and word, En þeir sem eru helgaðir bæninni og kennslunni, they were the ones who also crossed borders þetta var líka fólk sem fóru yfir landamæri, and entered new places, fóru inn á nýja staði, initiated new work. hófu nýtt starf. We read that Paul, he studied Páll hann rannsakaði and he went. og hann fór. And Timothy, he learned Tímóteus hann rannsakaði líka and then he went. og svo fór hann af stað. So this brings us to the moment here today. Þannig að nú er komið svo stund í dag. So our brother Gustavo, Kæri bróðir Gustavo, so he has expressed a desire hann hefur tjáð þá löngun sína to commit his life to the service of the church, að helga sig þjónustu við þessa kirkju, to give time and attention to prayer and the scripture, að verja tíma í reikningunni og í bæn, to teaching and to going where the church needs the new work to begin. og kenna og fara þangað sem að kirkjan þarf á honum að halda. And he's not arriving with authority, Hann ekki að koma með eitthvað konar valdi, but he steps into responsibility. en hann kemur inn með ábyrgð. And this moment is not only about Gustavo. Nú þessi stund ekki bara Gustavo, It's also about what the church is choosing, þetta líka það hvað kirkjan að velja, the kind of church we want to be. hvernig kirkja við viljum vera. And by setting someone apart for this role, Og þegar einhver tekin sérstaklega fyrir þetta verkefni, the church is saying þá kirkjan að segja that we want the teaching remain alive among us. að við viljum að kenningin haldist á lífi á meðal okkar. We want to lift up the gifts of the Spirit. Við viljum lyfta upp gjöfum andans. We want a mission that grows out of depth. Like Depth og depth. from, I don't know, from like it was in the story for children, that there were very, very deep roots. Já, við viljum að trúin okkar vaxi frá djúpi jarðar eins og ræturnar eru. That we want deep roots. Við viljum hafa djúpar rætur. So I'll ask Gustavo to come forward. Komdu hérna fram Gustavo, vinsamlega. And also the elders. I see Adrian here. Is Christian Ari somewhere around? Safnaðarformenn, já, Adrian hérna, Kristján Ari með litla barninu sinu. But we want to pray Við skulum biðja. for Gustavo, Við skulum biðja fyrir Gustavo to ask God's blessing to him in this role with this church and in this community, og biðja Guð að blessa hann hér í þessu samfélagi in his pastoral role. og í þessu hlutverki prests. And we will kneel here, Við skulum krjúpa hér. but I'll ask you just to stand and join Þið us in prayer. standa á fætur og biðja með okkur. Maybe you can go a little bit further. Yeah. Father, Kæri faðir, we thank you that you are a God who calls. við þakkum fyrir það að þú ert Guð sem kallar. And you saw Gustavo Þú sást Gustavo and placed the burden for ministry upon his heart. og þú lagðir þetta á hjarta hans að koma til þjónustunar. We acknowledge this Og call that it is originated with you. við viðurkennum það að þetta kall frá þér. We thank you for the priesthood of all believers in this place Og við þakkum fyrir prestafélag allra sem eru hér. and for the gift of Gustavo to help equip this priesthood. Og þessa gjöf Gustavo sem til þess að hjálpa þessu prestafélagi að valdeflast.
Lord, we ask for the spirit of mission to rest upon him. Ég bið þig að gefa honum trúboðs anda And do not let him neglect the gift that is in him. og hjálpaðu honum að vanrækja ekki þá gjöf sem hann hefur hið innra. And Lord, grant him boldness. Gefðu honum þor Give him eyes to see the fields that are ripe for harvest. og gefðu honum augu til að sjá hvar akurinn er reiðubúinn til uppskeru. And may his ministry here not be about maintenance, Gefðu það að hans þjónusta verði ekki til að sjá bara viðhald, but about movement and growth. heldur hreyfingu og vöxt. And we thank you for Gustavo's dear wife Mariana as well. Þökkum fyrir Gustavo og konuna hans Marjónu And we lift her up in prayer wherever she is today. og við byggjum fyrir henni hvar sem hún er stödd í dag. Lord, she is also set apart. Hún hefur líka sett til hliðar fyrir sérstakt verkefni. And we ask for a special grace over their home. Við byggjum sérstakar náð fyrir þeirra heimili. Protect their time, Viltu vernda tíma þeirra, their unity and their joy. einingu þeirra, gleði þeirra. And we ask that may this church be a family to them, Megi þessi kirkja vera fjölskylda fyrir þau. a place where they are loved, Þar sem þau eru elskuð. and not for what they do, but for who they are in Jesus. Ekki fyrir það sem þau gera, heldur fyrir það sem þau eru í Jesú. And finally, Lord, Og að lokum Drottinn. may the result of this ministry be great joy in this city. Og megi afrakstur hans þjónustu vera mikið gleði fyrir þennan söfni. May your word increase, Megi orð þitt vaksa and may the number of disciples multiply. og megi fjöldin verða meiri af lærisveinum. We dedicate Gustavo to you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Við helgum þér Gustavo í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Amen. Thank you. We pray for Anna now together. We have one more prayer Við erum með, together to have. þurfum að hafa aðra bæn saman. Some time ago when we were here together, we prayed and ordained the elders and the deacons and deaconesses. Síðast þegar við vorum hérna þá báðum við fyrir safnaðar formunum og safnaðar þjónum og safnaðar systrum. But there was Deaconess Anna who was not here. En Anna, hún var ekki hérna sem einmitt safnaðar systir. So we want to pray over her today Þannig að við viljum biðja fyrir henni núna í dag. and ask her to come forward. Við viljum biðja hann að koma hér fram. And you know that story in the Bible when there Oh. were 70 elders set aside among Israel. Þið vitið að það voru 70 safnaðarformenn settir yfir Ísraels. And they were all invited together. Þeim var boðið að koma. And two of them were not able to come. They were at their tents. Tveir af þeim gátu ekki komið, þeir voru í tjöldum sínum. But when the Spirit filled those who were present or gathered, En þeir sem voru fylltir af heilugum anda og voru komnir saman. so the Spirit fell also on those who were at their tents. Þannig að andinn féll líka á þá sem voru út í tjaldinu sínu. So definitely the Spirit fell on Anna as well on that day when we prayed here. Þannig að andinn fór líka á Önnu þó hún hafi ekki verið hérna. But we want to pray for her here. En við viljum samt biðja fyrir henni aftur. Because the church is also setting aside people who are committing to take care of things and people. Því að við viljum biðja líka fyrir fólki sem hefur verið sett til hliðar fyrir sérstök verkefni að hugsa fólkið hér. So let's pray. Við skulum biðja. May we stand as well with prayer. Og við skulum rísa á fætur. Dear Lord, Kæri Drottinn, we are here to pray also for Anna. við erum komin hingað til að biðja líka fyrir Önnu. And we thank you for the calling that you have placed in her life. Og við þökkum fyrir þá köllun sem þú hefur sett í hennar hjarta. And the church has set her aside as a deaconess. Og kirkjan hefur verið sett hana í sérstakt hlutverk sem safnaðar systir. And we ask that, your spirit that is in her may be visible to everyone. Og megi þinn andi sem í henni með að vera sýnilegur fyrir öllum.
while in love and kindness she's serving this church. og meðan hún í kærleika þjónar hér innan kirkjunar. And may your healing and your love reach out through her to many people. Megi kærleikur og lækning ná til margra frá henni. And please increase the gifts that you have given to her. Vilt þú auka þær andlegu gjafir sem þú hefur gefið henni? And we pray that in Jesus' name. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. All right. God bless you. Okay. Okay. Þetta var mjög falleg athöfn. Mér sér að gaman að sjá að kirkjan að vaksa að mínu mati. Og Guð blessi kirkjuna, það engin spurning. Við skulum syngja salminn númer 358. Jesú Kristi vil ég fylgja. 358. Fallegu sálmur. Við mögum ekki bara stóla á það að Gústaf ætlar að gera allt. Nei, við að hjálpa honum og við að vinna saman sem teymi. Já, bara takk fyrir allt og við sjáumst í lektíunni. Já, það er ein tilkynning. Samtök kirkjunnar á Íslandi hafa boðið Karen Holford að koma í heimsókn og hún verður með svona helganámskeið. Það er mjög vandasamt og mikið verk að ala upp börn og kirkjan vill bara styðja fjölskyldur í því og bjóða upp á þetta námskeið. Hún er fjölskylduráðgjafi og mjög mikið menntuð á þessu sviði og hefur starfað með börnum og fjölskyldum í yfir 20 ár og skrifað held ég meira en 18 bækur, þannig að það er örugglega eitt og annað sem við getum lært af henni og þetta er sem sagt fyrir foreldra og aðra sem umgangast börn, hvort sem það eru ömmur og afar eða kennarar eða hvíldarskólakennarar. En á laugardeginum þá mun hún sko tala líka svona aðeins almennar hluti, svona tilfinningalega heilsu og
samskipti og sambönd, þannig að það er líka eitthvað sem að allir græða mikið á. Þannig að endilega láti orðið berast, þetta er bara ókeypis og allir velkomnir. Okay.